Við byrjum á Erlu Bolladóttur, því hún segist hafa verið undir miklum þrýstingi frá lögreglumönnum þegar hún bar 4 menn röngum sökum í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu í byrjun árs 1976. Þótt henni hafi verið sleppt úr vikulöngu gæsluvarðhaldi fyrir jólin 1975 hafi lögreglumenn verið í daglegum samskiptum við hana og þrýst á hana að vera samstarfsfúsa í málinu. Endurupptökunefnd úrskurðaði eins og kunnugt fyrir helgi að 5 einstaklingar sem voru dæmdir í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum fengju endurupptöku á sínum málum. Erlu var hins vegar synjað endurupptöku en hún var sakfelld ásamt Sævari Síselski og Kristjáni Viðari Viðarsyni fyrir að bera 4 menn röngum sökum. Einar Bollason, hálfbróðir Erlu, Sigurbjörn Eiríksson, Valdimar Olsen og Magnús Leópoldsson voru allir hnepptir í gæsluvarðhaldi yfir 100 daga árið 1976, grunaðir aðild að hvarfi Geirfinns Einarssonar, en voru aldrei ákærðir enda blásaklausir. Þótt Sævar og Kristján Viðar hafi fengið samþykkta endurupptöku í sínum málum, þá situr þátturinn rangar sakargiftir einnig eftir í þeirra tilviki. Helga Arnardóttir ræddi við Erlu Bolladóttur í dag. Velkomin í Kastljós, Erla. Takk. Nefndin er búin að taka sér tæp 3 ár til að skoða þetta mál og loks kom niðurstaða á föstudaginn. Já. Þetta hlýtur að hafa verið áfall fyrir þig. Varstu undir þetta búin? Nei, ég var ekki undir það búin að beiðni minni yrði hafnað. Nei, það var aðeins mikið högg. Nefndin virðist ekki gera greinarmun á því að hvort menn sitji inn í gæsluvarðhaldi eða sitji utan þess. Og manni hefði einhvern veginn þótt að eðlilegra fyrst þeir fá endurupptöku á sínum málum þótt þessi þáttur rangar sakargiftir sé skilin eftir. Manni hefði einhvern veginn fundist að eðlilegra þar sem þeir eru í gæsluvarðhaldi þegar þeir bera þessa menn röngum sökum að þeir fengju endurupptöku á þeim þætti. En nefndin virðist ekki gera greinarmun á því. Sko, nú veit ég ekki alveg fyrir víst, en þar sem að þeir ákveða að sem sagt neita minni beiðni endurupptöku og það fjalla bara rangar sakargiftir, þá geta þeir ekki samþykkt endurupptöku á röngum sakargiftum þeirra, þrátt fyrir að það séu sömu rök fyrir þeim eins og játningum þeirra á einhverju sem þeir aldrei gerðu í samt við mannskvörfin. Þannig að má skilja þetta sem svo að þú getur verið líklegur til þess að játa á þig morð ef þú ert undir þrýstingi frá lögreglu í mikilli einangrunarvist, beittur harðræði, en þú getur mögulega ekki borið menn röngum sökum. Já, að þessu leyti getur ekki alveg gengið upp. Þeir svona skilja þig aðeins frá þeim því að þeir segja að þú hafi verið frjálsferðaðina þegar þú barst þessa 4 menn röngum sökum, annars vegar 33 daga þegar fyrstu 2 voru nefndir til sögunar og hins vegar 44 daga þegar hinir 2 voru nefndir. Þú ert búin að sitja í rúma viku í haldi vegna póstsvikamálsins, þú ert búin að játa söku því máli og gera hreint fyrir þínum dyrum og ert svona búa þig undir það að fara heim. Þá gerist hvað? Þá þegar ég er staðin upp og mér er sagt að fara inn í klefa minn og sækja kápuna mína eða hvað sem þar var, að þá segir eitt að augnablik, hérna ég með eina spurningu í viðbótin áður ferð. Og spurningi var þekkirðu Guðmund Einarsson. Og þar byrjaði bara önnur yfirheyrsla sem stóð í, ég held, sko ég mani þetta ekki alveg fyrir víst, en mér finnst eins og hún hafi verið 10 klukkutímar. Hún var allavega gríðarlega langur tími inn í nóttina. En að lokinni þeirri yfirheyrslu að þá, ég vissi ekkert hvað þeir voru að tala og þeir fara að segja mér, ég vissi ekki einu svona að hann hefði horfið. Ég hafði ekkert fylgst með fréttunum á þessum tíma. Þannig að þeir voru hissa á því ég skildi ekki einu svona kannast við það. En þeir fóru samt, héldu áfram að spurja og eftir að þau hefði spurt mig í þaula ótrúlegustu hluti í mínu einkalífi á öllu þessu tímabili að þá komist þeir að þeirri niðurstöðu og sögðu mér, Örn Höskuldsson beygði sig yfir mig og sagði við erum þess fullvissir að þú hafir orðið vitni að einhverju voðaverki á Hamarsbraut 11 þessa nótt og hérðan færð þú ekki fyrir þeir tekist að segja okkur hvað gerðist. En þá er ég allt í einu orðin vitni en í gæsluvarðhaldi sem þeir hefðu þurft að fá úrskurð gæsluvarðhald þegar þeir voru búin að leysa póstsvikamáli sem gæsluvarðhaldi var grundvallað á. En þá settum við bara inn í klefa og héldu mér áfram í einangrun og héldu svo áfram að yfirheyra mig
þangað til að ég var búin að samþykja eftir gegnum alls konar súrrealísk samskipti það sem gerst hefði og það var að megin uppistöðu það sem þeir leiddu mig í að hvort ég myndi ekki þetta eða hvort að hitt hefði ekki geta hugsanlega gerst og svo framvegis. Hvernig ástandið þetta á þessum tíma? Þú ert búin að vera rúma viku í gæsluvarðhaldi frá 11 vikna gömlu barni, farin að þráða að komast út. Tókstu bara einhvern veginn þátt í þessu með þeim? Já, þetta var, ég man alveg sko, ég var svo nýhætt með hann á brjósti áður en ég var tekin, en þeir höfðu innsiklað íbúðina sem við höfum búið í með barnið og ég var bara á sófa í stofunni heim hjá mömmu og ég vissi í rauninni ekki hvar barnið var þegar þeir voru að fara að keyra mig heim. Ekki fyrir þá að þeir sögðu mér að barnið væri komið heim til mömmu og ég myndi hitta það þar og ég sá ekki alveg framundan hvert leið mér lagi sko. En þarna ertu látin laus, en þar með í raun og veru ertu ekkert laus. Nei. Þú hefur haldið því fram, þótt ekkert sé til skráð það. Já, að vísu. Geturðu sagt okkur í stuttumáli bara hvaða samskipti þú ert að eiga við lögregluna og rannsakendur áður en fyrstu 2 eru bornir röngum sökum? Já, þegar ég er látin laus, að þá íbúðin ennþá innsikluð og ég þarf að hafa samband við þá til þess að nálgast það sem ég þurfti barnsins vegna sem var í íbúðinni og þeir voru ofsalega uppteknir að því að vera vinir mínir og hjálpa mér með allt sem ég þurfti og þeir voru í sambandi við mig meira og minna daglega í gegnum þetta tímabil, ýmist í gegnum síma eða þeir komu á heimili móður minna þegar hún var í vinnunni eða þá að þeir komu og sóttu mig í yfirheyrslunni í Síðumúla. Og var haft í hótunum við þig eða var þér hóta því ef þú verður ekki samstarfsfús eða segðir ekki rétt frá að þá eru það afleiðingar af því, þú færir aftur inn eða eitthvað svoleiðis? Já, sko það voru engar hótanir byrjaðar á þessum tíma, annað en meðan þeir voru að yfirheyra mig í Guðmundarmálinu og ég var alveg út á túni með hvað ég myndi ekkert og svona, að þá og þeir voru að halda áfram að sannfæra mig að ég hef bara glemt þessu og þeir geti hjálpað mér að muna það, að þá sögðu þeir að þetta var það mjög alvarlegan glæp og þess vegna væri engin tímamörk á því hvað ég geti haldið mig lengi í gæsluvarðhaldi, þannig að það væri best að ég reyndi eins og ég gæti að hjálpa þeim, því að annars geti ég þurft að vera þarna bara óákveðinn tíma og þá sannarlega geti ég ekki sé barnið mitt eða verið móðir þess. Ég var fullkomlega háð þessum rannsóknaraðilum, þeir höfðu öll ráð mín á sinni hendi. Það situr í mörgum, þar sem þú segir í Helgarpóstunum 18. janúar árið 1980, 4 árum eftir þetta erfiða tímabil. Ég var búin að nefna háttsetta menn í þjóðfélagskerfinu og fleiri og allir áttu þeir að hafa verið þarna í fjörinu nóttina, sem sagt dráttarbrautin í Keflavík. Ástæðurnar fyrir því að ég nefndi þessa 4 voru margvíslegar. Ég hafði til dæmis átt í útistöðum við Einar hálfbróður minn vegna fjölskyldumála út af sambandi mínu við Sævar. Honum var aldrei gefið það að ég væri í sambúð með Sævari. Það andaði því mjög köld á milli okkar og ég hugðist ná mér niður á honum með þessu. Þarna í raun og veru má bara túlka að þetta hafi allt saman verið af yfirlögðu ráði. Já, og á þessum tíma þá ég búin að vera, sko þá eru 3 ár síðan að ég hafi verið látið laus úr gæsluvarðhaldi eftir 8 mánaða einangrun. Og samfélagið sem ég kom út í var samfélag sem vildi ekkert með mig hafa og ekki nóg með það, heldur fannst allir sem að ég heyrði eitthvað haft eftir fannst að dauðarefsing hefði verið betri í þessu máli eða í skástafalli að læsa mig inn og týna lyklunum. Og ég var það var ýmist hrækt á mig, ég var rekin út á almenningsstöðum og jafnvel í banka og bara alls það sem ég kom var ég hötuð og fyrirlitin og ég var sek þetta mál og ég þegar ég tala við Helgarpóstinn að þá engin möguleiki að ég fari að segja við nokkurn mann að við varum saklaus. Eins hötuð eins og við vorum, þá hefði örugglega einhver ákveðið bara að drepa mig sko, ef ég ætlaði þar að ekki að þykjast ekki hafa gert þetta. Þannig
og ég var, eftir þessi 3 ár var ég ennþá bara skríðandi hér að leita einhverju lífi í heilmiklu vonleysi. Það skásta sem ég gat gert var að bara sýna eins mikla auðmýkt og ég gæti og taka þetta allt á mig og sjá ofsalega mikið eftir þessu og sko, þetta var að eina. En þetta hljómar ekki eins og auðmjúkt, það sem þú segir, sko. Já, en sko ég að reyna að segja að ég hafi verið svo vond. Ég reyna að viðurkenna hvað ég var hræðileg. Og ég var ennþá, þarna 3 ára seinna átti ég svo langa leið eftir að bara komast til sjálfra mín. Ég var, þetta var það eina sem ég hefði getað gert með þessu viðtali, sko. Við ætlum að sjá núna viðtalsbrot úr viðtali við Einar Bollason, hálfbróðinn, þegar hann losnar úr varðhaldi, 76, og svo við Magnús Leópoldsson sem var tekið fyrir 2 árum bara málið í heild og þá staðreynd að þú hefði verið að sækja endurupptöku á málið þínu. Þegar ég var stundum svo hætt komin hann inn að ég fór virkilega að spekla í hvort að bara ég hefði einhvern tíma farið yfir hvort ég hefði einhver staðar flagst inn í eitthvað og bara á þess að vita það. Mér finnst til dæmis eins og núna að þá átti menn sig ekki á því að Erla var ekki dæmd fyrir það að vera völdakvörfum þessara manna. Mér finnst menn rugla þessu öllu saman. Þannig og mér finnst þessu ekki haldið nógu vel til haga með rangar sakagiftir og svona og menn svona skauta orðið yfir það. Skilurðu ekki af hverju Erla vill endurupptöku? Ég átta mig nú ekki alveg á því, ég verð nú bara að segja alveg eins og er. Sko, ég hef allavega ekki séð neitt að hún væntanlega að velta fyrir sig einhverjum afmörkuðum þætti hlýtur að vera. Ég hef til dæmis oft velt í fyrir sig hvort ekki nokkru manni hefur dottið í huga að biðja mann fyrirgefningar. Eða kerfinu, sko. Og það hefur einn aðili gert það, sko, sem ekki opinber aðili. Það var tekið bara viðtal við þá í fréttatímanum núna helgina niðurstöðuna og þá segir Einar Bollason mér finnst þetta liggja nokkuð ljóst fyrir, hún laug upp á 4 menn og rústaði fjölskyldulífi þeirra. Ég veit ekki af hverju niðurstöðan hefði átt að vera önnur og í sama streng tekur Magnús. Hún bar mér röngum sökum og ég satt saklaus í fangelsi í 4 mánuði hennar vegna. Það bara ekki flóknara en það. Skilurðu afstöðu þessara manna? Já, ef ég skildi hann ekki þá veit ég ekki hver gæti skilja hana. Þetta sko sama syndrómið og ég gekk sjálf í gegnum, þar að segja að vita ekki hvað var sagt og hvað var logið. En það sem að þeir átta sig ekki á og lágu þeim að enginn, það þarf að fara svolítið djúpt í þessi skjöl til þess að fá svona útlínurnar á því hvað nákvæmlega var í gangi þarna. En við, sko, okkar svona óvinur, svo mætti segja, var sameiginlegur og ef að Einar bróðir minn til dæmis vissi hvað var verið að gera við mig til þess að fá mig til þess að gera það sem ég gerði, þá hefði hann sannarlega samúð með mér, svo mikið veit ég. En það er ennþá svo mikil reiði í þeim. Hefurðu beðið þá afsökunar? Já, sko, árið 79 talaði ég við Einar og afsakaðu eða fyrirgefðu bara ofsalega svona tómt að segja eftir svona mikinn harm og ég var með að segja þá ennþá að taka þetta á mig en ég talaði við hann og vonaði að hann myndi einhver tímann sjá sér fært að eiga samskipti við mig aftur og 2001-2002 þá talaði ég við Magnús Leópoldsson og þá voru ennþá svona von framöndan í honum að fá eitthvað aðgert í sínum málum og við áttum ágætt samtal og það fór ekkert fram hjá honum hvað mér þætti það óendanlega leitt að þetta skildi að fara í þann farveg sem það gerði en á þeim tíma var ég byrjuð að átta mig á því sko, hvað kom fyrir mig, hvernig þetta þú veist, ég var svo lengi bara sek og bara ábyrgð á öllu sem að gerðist og örlögum allra. Og þú axlast þessa ábyrgð í dag? Ég skrifaði undirskýrslur og samþykkti þá hluti sem að lögreglumenn báru á borð fyrir mig. Ég gerði það allt.
Berðu þá ekki ábyrgð á því? Það fyrir bara eftir hvernig á það litið. Mín undirskrift undir skýrslunum. Þess vegna sit ég hér. Þess vegna þarf ég að tala fyrir það. En nei, það komu að mér menn á meðan ég var ennþá tvítug, ég var miklu meira barn heldur en kannski margir gera sig grein fyrir. Ég var nýbúin að eiga barn og af öllum sólamerkjum að dæma. Eftir að var ég í töluverðu þunglindi eftir fæðinguna ennþá. En þeir koma að mér og þeir eru bara með ákveðina stefnu í huga. Og ég vil að það komi skýrt fram að þessir menn, þeir vissu frá upphafi að ég vissi ekkert Guðmundarmál og ég vissi ekkert Geirfinnsmál. Þeir kýldu á þetta að yfirlögðu ráði. Þeir verða að svara fyrir því hvað gekk til. Ertu alveg sannfærð það? Ég veit það. Ég veit það af öllum okkar samskiptum. Á einhverjum tímapunkti þá, þú ert búin að nefna marga til sögunar, skrifar undir skýrslur, þá játaru á þig morðið á Geirfinni og fyrir það ertu sett í gæsluvarðhald og settur í 8 mánuði. Já. Svolítið skrítið að ég er það sem þeir halda frjáls og bara hress og kát þegar ég er búin að vera laus í 33 daga. Í stöðum samskiptum við þá og vopnaða menn sitjandi við rúmgaflinn hjá mér allan sólarhringinn í lengri tíma að þeirra undirlagi en ég er hress og kát bara að valsa hann inn að eigin frumkvæði til að segja einhverja sögu. 44 dögum seinna þá er ég 11 dögum lengur frjáls og þá er ég bara að bæta í söguna og draga fleiri inn í hana en svo 4,5 mánuði seinna er ég búin að vera laus allan tíman og þá kem ég og játa að ég hafi sjálf myrt hann. Ragnar Aðalsteinsson lögmaðurinn hefur nefnt það mögulega yrði hægt að fá hann ógildan fyrir dómi. Er þér öll sund lokuð núna? Nei. Hvað hyggstu gera? Það eru engan veginn öll sund lokuð. Þetta er betra fyrir lögfræðingarna að tala heldur en mig en ég veit að ef að það er einhverju verulega áfátt í þessari niðurstöðu þeirra eða greinargerð hana að þá er hægt að fara fram á að hún verða ógilduð og tvennt er komið sem að á eftir að ganga úr skuggum til fulls en það virðist sem svo, það finnst ekkert þá staðreynd að Davíð Þór Björgvinsson tilkynnti 5. september á lokafundi málið með nefndinni að hann hefði breytt ákvörðun sinni varðandi endurupptöku á mínu máli og teldi ástæðu til að taka það upp aftur og hitt sem vantar sem við höfum ekki fundið ennþá það er vitnisburður Gísla í dómþingi sem haldið var 28. janúar í fyrra þar sem að hann gerir að ósk nefndarinnar þá mætir hann sér vitni í dómþing til þess að gera ítarlegri grein fyrir því hvernig fyrir mér var komið og hvers vegna það skipti ekki öllu máli hvort ég væri inn í klefanum eða fyrir utan hann í öllum þessum samskiptum við þessar rannsóknarmenn. Og eins hefur ekki komið fram sem ég hef fundið það þegar að þeir voru ósamstíga í sínum framburði í þessu sama dómþingi, Örn Höskuldsson og Sigurbjörn Víðir þar sem þeir vísuðu hvor og annan með ábyrgð í málinu. Það eru ýmsar leiðir færar ennþá og til dæmis þessi með ógildingun á þessu en þetta er spurning réttlæti, þetta er ekki næstu bara einhver spurning mig persónlega en þetta er bara spurning ég komið þetta langt í baráttu fyrir réttlæti í þessu samfélagi og fyrir þá sem farnir eru og þá sem eftir eru og ókomnir eru og ég þekki ekki ég tengi ekki við það að hætta á meðan eins og stendur einhvers staðar it ain't over till the fat lady sings.